Sakborningum sem eiga að vera í gæsluvarðhaldi stundum sleppt þar sem ekki pláss fyrir þá í fangelsum. Yfirfull fangelsi skapa aukna hættu fyrir fanga og starfsfólk. Vopnahlé milli Bandaríkjanna, Ísraels og Írans rennur út eftir 4 daga og Trump útilokar ekki að hefja árásir á ný. Íranar lokuðu Hormússundi á ný í dag. Styrkja þarf vegi og breikka beygjur svo að hægt sé að flytja efnivið fyrir fyrstu vindmylluvirkjun Íslands í Vaðöldu. Framkvæmdirnar eru á kostnað Landsvirkjunar. Stafrænir leggsteinar og veggljós úr ítölskum pípulögnum var meðal þess sem mátti sjá á sýningu ungra frumkvöðla í Smáralindinni í dag. Fólk naut góða veðursins víða á höfuðborgarsvæðinu í dag. Viðmælendur fréttastofu voru sammála að vorið sé komið og tími veðurviðvarana liðinn. Ég í bjartsýniskasti, það kemur ekki vont veður. Gott kvöld. Lögregla hefur neyðst til að sleppa gæsluvarðhaldsföngum og síbrotamönnum úr haldi vegna þess að fangelsin eru yfirfull. Staðan sérstaklega slæm og árásir og hótanir gegn fangavörðum færast enn í aukana. Þetta segir fangavörður. Síðustu misseri hafa öll fangelsi landsins bæði lokuð öryggisfangelsi sem og opin verið yfirfull. 718 manns bíða þess að taka út sína refsingu. Þar af helmingur sem bíður þess að komast í afplánun í fangelsi. Þeir sem eftir standa annaðhvort farnir úr landi eða hefur verið brottvísað eða bíða þess að hefja samfélagsþjónustu. Fangelsum gert að nýta alla lausa klefa og ekki hefur verið unnt að verða við beiðnum lögreglu að taka við síbrotamönnum og öðrum sem úrskurðaðir hafa verið í gæsluvarðhald, sem verður til þess að einstaklingum sleppt úr haldi lögreglu eða þeir þurfa að dvelja langtímum í fangaklefum og lögreglustöðvum við ófullnægjandi aðstæður. Fangaverðir segja fangelsin vanrækt. Auki fjármagn annars staðar í réttarkerfið verður samt til þess í rauninni að þetta endar bara í okkar flöskuhálsi og það svona byrja vandamálin. Almennir fangar hafa verið vistaðir dögum eða vikum saman í einangrunarklefum yfir nótt þar sem ekki pláss fyrir þá á almennum deildum. Yfirfull fangelsi skapa erfiðar aðstæður. Við viljum helst hafa undir 90% nýtingu á klefum þannig að það sé hægt að færa menn ef eitthvað kemur upp á. Á Litla-Hrauni eru vistaðir 11 manns okkur í gangi og það getur bara reynst mjög krefjandi, sérstaklega þegar þeir eru með kannski svona fjölþætt og mismunandi bara vandamál. Ef það allt fullt og þá getum við ekki verið að færa á milli og þá getur skapast bara svona aukin hætta. Sífellt erfiðara að tryggja öryggi fanga og starfsfólks. Auðvitað koma upp aðstæður sem eru okkur bara hættulegar og það færist í aukana sem sagt bara árásir á fangaverði og hótanir í okkar garð. Fólk bíður árum saman eftir að komast að í fangelsi og afplána sinn dóm og dæmi eru að dómar fyrnist á meðan beðið Fangaverðir segja nauðsynlegt að bregðast við. Það verður að byggja nýtt fangelsi. Við þurfum að fjölga fangarýmum og það þarf að vera hægt að takast á við aukinn fjölda í gæsluvarðhaldi. Við erum svona hæfilega bjartsýn en náttúrulega bara vonum það besta. Alda Hrönn Jóhannsdóttir, þú ert yfirlögfræðingur lögreglunnar á Suðurnesjum. Hvernig horfir þessi staða í fangelsunum við þér og hún farin að hafa áhrif á störf lögreglunnar? Þessi staða horfir auðvitað ekki vel við okkur í lögreglunni og hún hefur áhrif klárlega. Helst á 2 vegu eins og fram kemur í fréttinni að fangar eða þeir sem þyrftu að fara í síbrotagæslu stöðva afbrot og þá auðvitað kemur það inn á almannahagsmuni en líka fyrir bara fangaverði og þá fanga sem vistaðir í gæsluvarðhaldsúrræðum. Það jafnvel ekki hægt að tryggja rannsóknarhagsmuni og svo framvegis. Og kannski í þriðja lagi að þá það þannig að lögregla þarf í auknum mæli að vista lengur en í sólarhring aðila sem úrskurðaðir hafa verið í gæsluvarðhald í fangaklefum með tilheyrandi svona umstangi og í rauninni ekki boðlegur aðbúnaður fyrir fangana heldur. En það raunin að það þurfa að sleppa stundum gæsluvarðhaldsföngum og veigrar lögreglan sér kannski við því að fara fram á gæsluvarðhald vegna þess á stöðu? Já, til dæmis varðandi síbrota
aðila eða þá sem í síbrotum að þá veirum við okkur við því að gera það og í nokkrum svona öðrum tilvikum annað en auðvitað rannsóknarhagsmunir, við reynum að láta það alltaf ganga fyrir en þetta hefur vissulega áhrif. En nú hefur gæsluvarðhaldsföngum fjölgað gríðarlega mikið á síðustu árum. Er það úrræði einhverju leyti ofnotað? Það teljum við ekki vera en það eru allar ákvarðanir eða allar kröfur sem að lögregla fer með, þær eru úrskurðar hjá héraðsdómara og svo í mörgum tilvikum einnig hjá Landsrétti. En þetta eru auðvitað ýtrasta þvingunarúrræði en þetta helgast líka kannski að því að rannsóknirnar eru flóknar oft og það talsvert mikið sem betur fyrir hefur okkur vaxið ásmegin í að vera betri í að rannsaka líka og bera kennsla á þetta, þessi brot, þannig að þetta spilar allt saman. En svo erum við líka að sjá dæmum að föngum sem hafa jafnvel hlotið þunga dóma fyrir ofbeldisbrot, þeir eru færðir í opið fangelsi, jafnvel bara örfáum mánuðum eftir að dómur fellur. Er það einhvers konar birtingarmynd afleiðing þessar stöðu? Sjálfsagt að einhverju leyti, en þetta helgast væntanlega líka af svona opinberri stefnu sem tekin varðandi betrun í fangelsum og svo framvegis. Þannig að kannski það eru 2 hliðar á því jafnvel, eða eftir vill fleiri. Takk fyrir komuna, Alda Hrönn. Íranar lokuðu Hormúsundi á ný í dag og skotið var á nokkur skip þar. Skilaboð ganga á milli Írana og Bandaríkjanna en ekki hefur verið ákveðið hvenær næstu viðræður verða. Stjórnvöld í Íran opnuðu fyrir umferð Hormúsund í gær. En þegar í ljós kom að Bandaríkin ætluðu ekki að aflétta hindrunum sínum á siglingum til og frá Íran fyrir en allsherjarsamningar næðust, lokuðu Íranar sundinu á ný. Nokkur skip höfðu þegar lagt af stað þegar lokað var og bárust fregnir af því að íranski byltingarvörðurinn hefði skotið á 2 skip sem sigldu undir indverskum fána. Sendiherra Írans var kallaður á teppið í utanríkisráðuneyti Indlands vegna málsins. Trump krafðist þess í gær að allt auðgað úran í Íran yrði sent til Bandaríkjanna. I can tell you that no enriched material is going to be shipped to United States. This is non-starter, and I can assure you that while we are ready to address any concerns that we do have, we are not going to accept things that they are non-starters. Þjóðaröryggisráð Írans tilkynnti í dag að verið væri að fara yfir nýjar tillögur frá bandarískum yfirvöldum. 2 vikna vopnahlé milli Bandaríkjanna, Ísraels og Írans rennur út á miðvikudag og Trump útilokar ekki að ráðist verði á Íran á ný takist ekki að semja fyrir þann tíma. Fulltrúar ríkjanna ræddust við í Pakistan á dögunum. Næsti fundur hefur ekki verið skipulagður. Utankjörfundaratkvæðagreiðsla vegna komandi sveitarstjórnarkosninga hófst í gær og hefur farið rólega af stað. Rúmlega 140 hafa greitt atkvæði á öllu landinu og þar af 77 á höfuðborgarsvæðinu. Hægt að greiða atkvæði hjá sýslumönnum á 28 stöðum á landinu og erlendis í sendiráðum og hjá ræðismönnum. Atkvæðagreiðslan á höfuðborgarsvæðinu í Hlíðarsmára í Kópavogi þar sem sýslumannsembættið til húsa. Fyrstu 2 vikurnar verður opið frá 10 til 6 fyrir utan sumardaginn 1. en þá lokað. Það rólegt hjá okkur fyrstu vikurnar og svo mest að gera hjá okkur síðustu dagana fyrir kjördag. Hvernig kjörsókn utan kjörfundar atkvæðagreiðslu í sveitarstjórnarkosningum? Hún minni heldur en í öðrum kosningum og má gera ráð fyrir að fólk vilji þá freka fara á kjörstað en meira í þeirra nær umhverfi kosningarnar, sveitarstjórnarkosningar. Í utan kjörfundar atkvæðagreiðslu eru stimplar með listabókstöfum notaðir til að greiða atkvæði. Það eru 26 stimplar hjá okkur núna og það eru stimplar fyrir öll framboð á landinu. Og þurftuð þið að búa til marga stimpla? Nei, við áttum alla stimplana til. Nýjir kjörkassar hafa verið teknir í notkun og leysa af hólmi gömlu viðarkassana sem hafa verið notaðir áratuga skeið. Þeir eru mun léttari og meðfæri lægri þannig að það þarf ekki 2 fílarita karlmenn til þess að bera kjörkassan núna þegar hann verður fullur. Hvers vegna erst þú að kjósa svona snemma? Já, það nú þannig lag að við erum á leiðin til útlanda. 2. maí reyndar en núna erum við á leiðin upp á Akranes. Þannig ég ákvað bara að því ég ætti leið hjá að kjósa. Svo ég myndi ekki gleyma því að maður er orðinn gamall. Unnið er að því að breikka og styrkja vegi vegna flutninga á efnivið í vindmyllur fyrir Vaðölduvirkjun.
Sums staðar þarf að fjarlæga skilti og ljósastaura svo að flutningabílarnir komist leiðar sinnar. Mestu þungaflutningar sem ráðist hefur verið í hér á landi hefjast í næsta mánuði þegar Landsvirkjun flytur vindmyllur frá Þorlákshöfn upp í Vaðöldu þar sem fyrsta vindmylluvirkjunin á Íslandi rís. Vegaframkvæmdir í tengslum við þungaflutningana eru í fullum gangi, meðal annars hérna við Selfoss. Bílalestin kemur hérna upp Gaulverjabæjarveg og þaðan upp á Hringveginn og þess vegna þarf að breikka hérna veginn við Hringtorgið svo að bílalestin komist nú örugglega leiðar sinnar. Hér eru verktakar á vegum Landsvirkjunar að breikka fyrir fyrsta vegamótin til þess að þessi löngu faratæki sem munu fara hér til að flytja þessa vindmylluparta svo þau komist hérna vegamótin og svo líka verið að styrkja og breikka og styrkja hérna kílómeterskafla á Votmálavegi. Hér sjáum við akstursleiðina og hvar þarf að breikka vegina við Nesbraut og Laxabraut í Þorlákshöfn, Suðurstrandaveg, Þorlákshafnarveg, við gatnamót Þorlákshafnarvegar og Eyrarbakkavegar, við Votmúlaveg og Gaulverjabæjarveg, Hringtorg að Suðurlandsvegi og Landvegamót. Þá unnið að endurbótum á stórum kafla á landvegi og gerð brúar við Helliskvísl. Við þessi vegamót öll þar bæði ljósastaurar og skilti sem þarf að fjarlægja og þessi skilti verða sett upp á svokallaðar hraðfestingar þannig að það er hægt að kippa þeim bara niður á kvöldi og svo þegar flutningurinn er farin að þá er hægt að henda því upp aftur og svo tekið niður aftur næsta kvöld. Ljósastaurarnir bara fara upp í lok sumars. Flutningarnir taka 9 vikur og alls verða farnar upp undir 400 ferðir. Hver bílalest getur orðið alltaf 250 metra löng. Þetta er bara helmingurinn af vindmyllunum sem er að fara núna, svo er gert ráð fyrir öðru eins næsta vor. Flutningarnir fara fram á nóttunni til að lágmarka truflanir á umferð. Það er ekki gert ráð fyrir lokunum heldur að raunveru þá menn bara víki og það er hægt. Kannski á svona vegi eins og Votmálavegi sem er þröngur að þar myndu menn loka rétt á meðan flutningarnir fara framhjá. En síðan þarf væntanlega að viðhalda þessum vindmyllum í framtíðinni og þarf að vera hægt að komast með þessa löngu hluti þannig að það er gert ráð fyrir þetta standi áfram. 650 ungir frumkvöðlar komu saman í Smáralindinum helgina til að kynna vörur sem þeir hafa þróað. Þar máttu meðal annars finna hönnunarvörur, matvæli og nýtt borðspil. Hvað er það eiginlega með? Við erum samsagt hérna með kreatív stykki og við erum búin að undirbúa smakk fyrir ykkur. Við erum samsagt búin til kreatív stykki sem bara dagsskammturinn af kreatín í einu stykki og við erum með svona bæði 4 stykki í kassa og svo bara svona stykki. Þetta er eitthvað sem þið byggur til? Já, þetta er bara laust við að hætta að taka í duftformi. Ákvæmlega svo leiðilega og svona. Nemendur úr 17 framhaldsskólum taka þátt í sýningunni sem er afrakstur áfanga í skólunum nýsköpun og stofnun fyrirtækja. 40 bestu hugmyndirnar komast í úrslit og sigurvegarinn verður svo fulltrúi Íslands í nýsköpunarkeppni í Evrópu. Þetta er keppni og við erum að reyna að finna sigurvegarann hér á Íslandi sem við förum með í keppni í Ríga í sumar, stærstu nýsköpunarkeppni í Evrópu. Og eins og ég segi, frábært tækifæri, frábæra hugmyndir hérna og þetta ætti náttúrulega bara að vera skylda áfangi í öllum framhaldsskólum. Hvað eru þið að kynna? Við erum með handurinn sushi-bakka, framleiðslubakka úr afgangsvið. Þetta er við sem færi annars til spillis og við erum búin að pússa og gera allt og fór mjög mikið metnaður og tími í allt saman. Við erum með mismunandi lögun, mismunandi stærð á öllum brettum og hver vara er einstök og við erum að reyna að vinna með hringrás í eldhúsi. Hvernig kviknaði þessi hugmynd? Þessi hugmynd kviknaði eiginlega bara satt best að segja upp úr AI, gervigreind. Þarna mátti líka sjá konfektmóla sem eru mótaðir eftir helstu kennileitum Vestmannaeyja og leggsteina með QR-kóðum sem hægt er að nota til að fá frekari upplýsingar þann látna. Því má segja að á sýningunni hafi verið boðið upp á allt milli himins og jarðar. Við hérna erum að hanna veggljós, íslensk veggljós, vantar svolítið íslenska hönnun á veggljósamarkaðinn, þannig að við tókum svolítið málum bara í okkar eigin hendur og hönnum hérna mjög skemmtileg og flott veggljós úr ítölskum pípulögnum. Þið eru búin að hanna hérna borðspil, eru ungmenni að spila borðspil í dag? Já, það er mjög mikil spilamenning hérna á Íslandi og við töldum að vantaði svona spil Ísland til þess að þekkja landi betur. Þannig að þetta spil hjálpar fólki að kynnast landinu betur? Já, algjörlega, bæði ungum og eldri. Vorið er komið og tími veðurviðvarana vonandi liðinn. Þetta sögðu höfuðborgarbúar sem nutu sólarinnar í miðborgin í dag. Við Austurvöll var hvert sæti skipað og fólk nýtti góða veðrið í fjölbreytta útiveru.
Hvað eru þið búin að vera að gera í góða veðrinu í dag? Herri, við byrjum á Jómfrúnni, fengum okkur smá snarl og svo ákveðum við bara að koma hérna og setjast í góða veðri hérna í sólina, bara í steik hérna. Æðislegt. Við ákveðum að taka með okkur teppi í staðinn fyrir að reyna að ná sætum þarna og það er eiginlega bara miklu betra. Kemur ykkur óvart hvað eru margir út í sólinu í dag þegar loksins hún lætur sjá sig? Nei, alls ekki sko. Alls ekki. Maður vanur sig, já. Þetta er svona þegar beljarnar komast út úr fjósinu sko. Það er bara Reykjavík vaknar á þessum tíma. Já, maður veit að fólk er að fara út þegar sólinn kemur. Mjög íslenskt. Já. Er vorið komið? Já, ég sá lóur í dag. Ég held að það sé alveg vorboðinn, sko. Meira svo sumar kannski líka. Sumar er komið. Sumar er mætt. UV2, Tani er mætt og bara já, allir að drekka, alls að sést. Vorið er komið svo nákvæmlega, sko, enda sumadagur fyrstur í vikunni. Óttist eitthvað að sé einhver veðurviðvörun eftir áður en að sumarið skellur almennilega á? Nei, ég held að það kom ekki. Ég er í bjartsýniskasti, það kemur ekki vont veður. Það er viðandi að gá til veður strax eftir þessari frétt. Það verður hægur vindur á landinu í kvöld og víða bjart og kalt, enda mun frysta allvíða. En á morgun verður suðaustan kaldi eða strekkingur, það verður skýjað en úrkomu lítið, en fyrir norðan og austan verður hægari vindur og bjartviður. 2 stafa hitatölur eru líklegar yfir hádaginn í flestum landslutum, en nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Glódís Perla Viggósdóttir sló landsleikjamet Íslands í fótbolta þegar Ísland tók á móti Evrópumeisturum Englands í undankeppni HM á Laugardalsvelli í dag. Thelma Aðalsteinsdóttir er komin í hóp sigursælustu fimleikakvenna landsins frá upphafi. Ágúst Ingi Davíðsson var Íslandsmeistari karla í fjölþraut í fyrsta sinn. Spennan var mikil undir lok leiks Hauka og IBVF í úrslitakeppni kvenna í handbolta. Og svo er það Fossavaðsgangan á Ísafirði og ýmislegt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Áður við kveðjum ykkur skulum við rifja upp það sem er helst í þessum fréttatíma. Sakborningum sem eiga að vera í gæsluvarðhaldi er stundum sleppt þar sem ekki er pláss fyrir þá í fangelsum. Yfirlögfræðingur hjá lögreglunni á Suðurnesjum segir dæmi að rannsóknarhagsmunum sé ógnað vegna þessa. Vopnahlé milli Bandaríkjanna, Ísraels og Írans rennur út eftir 4 daga og Trump útilokar ekki að hefja árásir á ný. Íranar lokuðu Hormússundi á ný í dag. Styrkja þarf vegi og breikka beygjur svo hægt sé að flytja efni við fyrir fyrstu vindmylluvirkjun Íslands í Vaðöldu. Framkvæmdirnar eru á kostnað Landsvirkjunar. Stafrænir legsteinar og veggljós úr ítölskum pípulögnum var meðal þess sem mátti sjá á sýningu ungra frumkvöðla í Smáralindin í dag. Og fólk naut góða veðursins víða á höfuðborgarsvæðinu í dag. Viðmælendur fréttastofu voru sammála að vorið sé komið og tími veðurviðvarana liðinn. Ég er í bjartsýniskasti, það kemur ekki vont veður. Þessum fréttatíma er að ljúka og við kveðjum ykkur í kvöld með myndum sem Víðir Hólm Ólafsson tók af kanínu sem skoppaði í Öskjuhlíðinni í vikunni. Hafið það gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Góðir Íslendingar. Hildur Vala Baldursdóttir tekur á móti góðum gestum í nýjum skemmtiþætti með lifandi tónlist og skemmtiatriðum. Íþróttir hafa leikið Íslendinga grátt í gegnum tíðina. Skrifstofubylting, Office Space. Forritarinn Peter Gibbons er komið með nóg af starfinu sínu og óþolandi yfir